ef það eru einhverjir foreldrar sem eru með unglinga þá, ég er ekki að segja þetta til þess að hræða fólk en fólk þarf að átta sig á raunverulegu stöðunni. Staðan er svo að ég fekk mikið hatur fyrir þetta á sínum tíma að segja þetta, en rétt fyrir COVID það gaf foreldrasamtökin það út að drykkja ungmenna var eiginlega orðin það lítil að hún var non-existent og ég sagði að það væri hræðilegu hlutur. Ástæðan fyrir því að ég segja þessi hræðilegu hlutur að það er ekki það að neysla ungmenna sé búin að minnka. Þau eru bara ekki að drekka og eru að byrja að fara í harðari neyslu. Já. Það sem er mjög vinstal núna meðal 14-16 ára unglinga er þessi læknadóp, oxycodone, þessi geðlyf, þessi deyfilyf og svo náttúrulega líka grasneyslan og en drykkjan er ekkert það vinsæl lengur. Og annað líka, þegar ég var að byrja fyrir 10 árum þá var kannski, myndi ég segja, kannski 10-20% af fólki sem að hitta á fundum sem að heyrði byrjaði í neyslu 12-14 ára. Nú myndi ég segja að það sé svona 60% af fólkinu sem er að koma inn. Sem er að byrja svona sem er ung? Já. Það er rosalegt. Þetta er þróunin. Og ég held að fólk átti sig ekki á hversu alvarlegt ástandið er. Og það sem er hættulegast núna er þetta fentanyl. Og þegar þetta byrjaði, náttúrulega ég vissi eiginlega ekkert þetta, þannig að ég talaði við vin minn sem er eðlisfræðingur og lyfjafræðingur og ég spurði hann bara út í það og hann skoðaði og hafði samband við mig viku seinna þar sem hann basically bara bjóða til og fargaði því svo og hann sagði við mig að vandamálið við fentanyl er út af því að fentanyl er ópíótlyf sem er 30 sinnum sterkara en heroín. Þetta er basically bara morfínlyf og þetta er 100% gervi og þessi vinur minn sagði það við mig að það hættulega við er að út af uppskriftin er augljós og bara auðvelt að finna hana á netinu ef þú veist hvað átt að leita og það sagði hvaða fáið sem er með grunn chemistry set getur búið þetta til en ef þú veist ekki hvað þú ert að gera eða ert ekki með góðan chemistry bakgrund að þú eins og orðaði fyrir mig, þú gætir verið að halda og sért að gera 0,10 skamt en þú ert kannski að gera 3 eða 4 hærri skamt og það sem fólk er að gera er að það er ekki það að fólk er að deyja því að taka þessi lyf og óskun, það sem er að gerast er að fólk er að setja þetta í önnur lyf. Já. Það er til dæmi það sem fólk hefur verið að setja þetta á grasið til þess að gera þetta meira ávanabindandi svo að fólk leiti frekar til þeirra og fá meira og það sem er hættulegt við það er að því þetta er svo sterkt tauga deyfilyf að þú reykir það inn, það sem gerist þegar þú farir rauninni bara kæfisöfn, það hægt og rólega bara slekkur á lungunum á þér. Þannig að þetta er ekki slæmur dauðstagi ef maður talar um það, þú basically bara verður þreyttur og svo sofnaru og svo bara, kafnar út.